Já, nú ætlum við að tala Úkrænustríðið sem að hefur nú mikið verið fjallað í langa tíð og oft fjallað það sem frelsisstríð og það meiri segja að kemur stundum inn umræðuna að það hafi aukið hagnað Landsvirkjunar og fjallað það á margan mismunandi máta. En Jón Karl Stefánsson alþýðufylkingarmaður og skrifar í Neistar sem að einu sinni var málgagn alþýðufylkingarinnar en kannski ótengt alþýðufylkingunni í dag eða eitthvað? Já. Þú skrifaði grein daginn Úkrænustríði sem ógeð stríðsins. Já, svona raunveruleika stríðsins og hvernig svona við utanaðkomandi ættum kannski að horfa á þetta stríð. Og þá erfitt að komast að sannleikanum vegna þess að það mikill áróður á báða bóga og alla bóga og það sem verður mest áberandi hér þetta allt tala glæstan sigur úkraínska þjóðernissinna fyrir yfirgangi Rússa og yfirvofandi hrun rússneska hersins og eina leiðin til þess að fá frið það að styðja Úkraínu til sigurs. Já. Fullnaða sigur, það eina leiðin til friðar. Og þetta hefur verið svona síendurtekið frá því mars í fyrra og nú rússneski herinn komin í kjötkornina og þarna sýndu þau hvað þeir voru vanmáttugir og svo framvegis. Og þetta tal náttúrulega hefur þau auka áhrif að friðarumleitanir þær verða hunsaðar eða gert lítið úr þeim og friðarsamkomulag það talað það sem friðkaup og á móti þessum nýja Hitler sem komin en einu Hitler lærdómur sem við eigum að hafa frá München og það skal ekki semja við svona fauta og allt þetta tala og nú erum við rúmu ári síðar og búin að vera taka undir þessa stefnu og raunveruleikin í Úkraínu náttúrulega svakalegur. Gríðarlega mannfórnir og Úkraína í vondum málum. Það verið að tala í janúar var verið að tala 200 milljarðar bandaríkjadala eyðileggingu á infrastruktúr. Þá voru komin 8,1 milljón flóttamenn úr Úkraínu sem að nálgast fjórðung þjóðarinnar og svo það mannfallið og þar náttúrulega reyna menn að svona gera lítið úr mannfalli úr eigin röðum í hernaðar áróðri og eins og í öllum stríðum eins og hefur verið eins og við talaðum sem elsta áróðsbragð sem vitað Já, og allir vita það að fyrsta fórnarlambið í stríði sannleikurinn. Já, svo íslenski fjölmiðlar hafa og eins og vestrænir fjölmiðlar hafa almennt tekið það ákvörðun að taka bara annan áróðurinn alveg trúanlegan og hunsa hinn áróðurinn og skoða þetta ekkert nánar. Þannig að þetta tal frá því í mars að það sé bara verið að slátra Rússlandi og þeir geti nú sjálfur sér kennt og eitthvað svona það hefur bara verið tekið upp en svo nú og þetta sé að líka ef ég má skjóta inn að þeir sem að falla Rússlandsmegin sé óþjóðalýður sem var lokkaður út úr fangelsunum og kannski fólk sem bara landhreinsun af að losna við. Einmitt, það eru alls konar svona sögur og og við eigum að hafa vita því að taka öllum með fyrirvara, öllum sögum sama hvaðan koma og þá verður að skoða eins marga tölur og mögulegt og þá kemur í ljós í janúar að þegar svona óháðir einstaklingar fara að skoða hvað nú margir fallnir bara síðan á einu ári þá
Yfirmaður herafla Noregs segir þarna í janúar að 100.000 hermenn á báða búa hafa fallið. Sama segir Ursula von der Leyen, hún segir svipað en hún tekur það tíst mjög fljótlega út sko eftir mótmæli. Mótmæli Úkraínumanna þá eða? Já, 100.000 úkraínskir hermenn. Já, og tók hann það út? Já, hún tók það út úr tístunum sínu eftir mótmæli frá að þetta væri nú óvarlega sagt hjá henni. En þetta var ekkert óvarlega sagt hjá henni, það eru fleiri sérfræðingar að segja þetta og núna þarna í byrjun febrúar þá kemur Mossad og segir að nú var ég ekki með töluna en eitthvað 200.000 hermenn, úkraínskir hermenn. Úkraínskir. Og það fallnir eða stundum sagt það eru bæði fallnir og særðir teknir saman að því að það eru herfóringjar sem að taka saman tölurnar og þá skiptir ekki máli hvort að maðurinn dó eða varði óhæfur til þess að senda aftur á vígvöllin að þá það tekið sko fallnir og særðir. Já, einmitt casualties eru fallnir og særðir getur verið grimmileg dánir sko. Já, þetta er raunverulega dánir eins og við myndum kalla fallnir. Já, og þetta var í febrúar og nú er meir en mánuði liðin síðan þá og það hefur verið mikið blóðfall síðan þá. Og nú eru tölurnar sem verið að tala mann eru kannski hættir að tala mikið þessi tölur. Svona parajar í umfjölluninni sem að eru tala mikið en eru oft teknir út eins og Scott Ritter og fleiri. Jeffrey Sachs sem er mikið búið að tala fyrir stríði og voru að vara við áframhaldandi á þessari stefnu. Nú erum við að tala 250.000 Jeffrey Sachs hagfræðingurinn. Já, hagfræðingurinn. Og Douglas MacGregor liðþjálfi, hann að tala svipaða tölur en þetta er eiginlega ómögulegt að vita. Lykilatriði þetta er hryllilega margir sem hafa farið. Hryllilega margir. Og við gætum verið að tala kannski 500.000 dauðra hermanna á einu ári. Og fyrir þá var spurningin hvernig eiga þriðju aðilar að bregðast við, svona eins og Ísland og svona. Við getum valið það að vera með öðrum í liði á einhvern hátt eða á móti hinum og taka afstöðu en fullorðið fólk ætti að hugsa hvað getum við gert til að lágmarka hvað getum við lagt á mörkum til að lágmarka eyðileggingu þessa lands þess að ef að Úkraínumenn vakna einn daginn við það að landið er ónýtt áratugir mun taka að byggja þau upp öll loforðin frá Evrópusambandinu að þeir gangi Evrópusambandið og þeir byggja þetta upp þau verða svikin standast ekki kröfur Evrópusambandsins og mun ekki gera það var aldrei neinn alvar á bak og mun ekki gera það næstu áratugina nei og Bandaríkin sem hafa verið að dæla vopnum í þetta stríð og kynda undir þá þeir eru átt að sjá því að þeir eru bara að nota Úkraínu í sínum eigin pólitíska tilgangi og hafa látið blekka sig í þetta þá er ekkert víst að það veri litið svo fallega tilbaka til þess þegar íslenski stjórnmálamenn hrópa á göttum úti bara niður með Rússland og áfram með stríðið og vegna þess að það hefur frá 2014 og sérstaklega 2015 verið opið fyrir möguleikar það var samþykkt ályktun 2202 í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að styðja Minsk 2 samningana sem er að gera milli Rússlands, Úkraínu, Þýskalands og Frakklands. Það var komin allavega hugmynda hvernig var hægt að leysa þetta á friðsamlegan hátt. Það er ótalegið til að leysa þetta á friðsamlegan hátt ef viljinn er fyrir hendi. En þegar maður tala svona og etja Úkraínumönnum í þetta stríð og taka undir með viltustu svona þjóðernissinum þar skilur hunsa raddir annar Úkraínumanna sem eru ekki hlindir þessu við heyrum ekki mikið af þeim maður heyrir ekkert af þeim nei, þannig að þú getur þið til að það séu aðrir Úkraínumenn sem maður getur sér það til já, til dæmis eins og íbúar í Donetsk
Hvað Donetsk? Þetta helsta iðnaðarborg Úkraínu. Þetta stærsta oblast í Úkraínu. Þarna þetta nánast allar skoðanir, kosningar og sem sagt stjórnmálaskoðanir, menningarmunur nánast eins og flippað yfir það sem í kannski Kænugarði í dag. Þessi 2,5 milljóna borg hefur lifað síðan 2014 undir stanslausum loftarásum. Það búið að dreifa jarðsprengjum sem eru ofanjarðar, það búið að sprengja húsi á almennum borgurum. Það aldrei, þetta fólk aldrei spurt álits hvað þeim finnist nú þetta. Hvort að þeir séu sammála. Þetta risastórt land með ólíkum skoðunum og flóknum sögu. Það alltaf hætta á að ófriði brjótist út í svona. En þú, þegar Pútín fór nótt og heimsótti þessi svæði, þá komu fréttir af því og það var mynd af honum að tala við fólk út á götu. Og þá var það kynnt þannig í vestrænum fjölmiðlum að þetta væru leikarar, hann hefði komið með þetta fólk með sér frá Rússlandi af því að þetta sem að þú ert að geta þér til að sé til í Úkraínu, einhverju sem ekki með sömu stefnu og yfirvöld í Kænugarði, að í vestrænum fjölmiðlum var látið svo að það var ekki hægt að finna einn einasta. Þetta var rússneski leikarar. Já, það ekki þannig. Ég hef bara fyrir mér gögn eins og úrslit kosninga frá árinu 2008. Við förum tilbaka. Ég ætla aðeins að draga eitthvað og ég ætla að segja fyrst að ég ætla ekki að gefa mig út fyrir að vera sérfræðingur málefnum Úkraínu. Ég bara að tala hvernig við ættum að láta afstaða okkar hér upp á Íslandi. Já, hvað við ættum að gera. Og ég er á þeirri línu að við eigum alltaf að reyna að stilla til friðar. Það eru átakandi fólk. Mannfórnir stríðsins séu óásættanlegar. Og það sé óábyrgt að reyna kyndandur. Já, og við getum jafnvel sagt hvort það sé jafnvel að sé þannig frá Íslendingum sem eru vopnlaus þjóð í norður Atlantshafi, hvort að við höfum siðferðislega rétt til að hvetja til stríðsátaka. Það einmitt það sem ég segi. Við erum okkar stóllins og plussaður. Og ég ekki að gera lítið neitna eða neitt þannig. Þetta það sem við Íslendingar ættum að velta fyrir okkur, hvort að það sé við hæfi að utanríkisráður okkar tali eins og brimvarinn stríðsaukur. Því það held ég að stangist raunverulega á gegn svona sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar eins og hún hefur lengst að verið. Einmitt og líka bara siðferðiskennd. Það rétt að hvetja til einhvers? Hver rökrétt niðurstaðan að því sem við erum að fara? Þá ætla ég að spyrja þig, sem að ég reikna með að sé svar þeirra sem að vilja styðja stríðið og það sé engin möguleg endalok þess nema fullnaða sigur á Rússum og að allt landsvæði sem Rússar hafi tekið fari til Úkraínu og þar með stjórnvaldana í Kænugarði. Að fólk hér geti sagt sem svo, þetta ekki mín afstaða, þetta afstaða Úkraínumanna og ég styð þá. Ef að þeir vilja ekki gefa neitt eftir, heldur sækja og vinna sigur á vígvellinum, að þá styð ég það. Hvað segir við þeim rökum? Jú, mér finnst þetta skelfilegt við þór. Og ég ætla aðeins að hoppa tilbaka með íbúa Donetsk og þá fullyrðingu sem ég hef oft heyrt og líka frá Úkrænumönnum og að það sé bara lygi, þetta Pútín-áróður, það enginn í austur Úkraínu sem virkilega styðjandi aðskilnaði frá Úkraínu og svoleiðis. Fyrst verður að senda fjölmiðla og tala við fólk og kanna máli hvernig það akkurat þarna. Og svo það ekkert rétt að það sé engin gögn sem að benda á það. Það voru í forsetakosningunum 2012 þá fær forsetaframbjóðandi héraðsflokksins stóra fær yfirburðafylgi, mjög lítið fylgi í vestri og þetta sem sagt forsetin sem flæmdur frá völdum 2014 og aðtöga að þessi flokkur var bannaður núna í febrúar 2023. Þetta var stærsti stjórnmálaflokkur Úkraínu.
það var gegn könnun af óháðu fjölmiðlafyrirtæki árið 2013 þegar Meidan-mótmálin áttu sér stað, hvort maður var fylgjandi eða á móti þessu mótmálum, þessar uppreist. Og þá var það 80% stuðningur í vestur Úkraínu, en 80% móti í hérðum eins og Donetsk og Luhansk. Og það hefur verið þessi skipting, 90% Donetsk manna samþyktu strax 94 að rússneska ætti að vera hluti af opinberu tungumáli í Úkraínu, en það er mjög margir rússneskumælandi þarna. Þetta eru hér sem eru búin að vera svona öðruvísi mjög lengi, sem sagt. En svo hafa líka örfáir óháðu fjölmiðlamenn og líka með þess að CNN tekið við til fólk hérna í Donetsk. Og þessar örfáu skipti sem það hefur verið gert, þá er 100% ljóst að þetta fólk styður ekki stjórnvöld í Kyiv. Og ef að íslenski fjölmiðlar hefðu áhuga á því, þá geta þeir farið þangað í þessar borgir, tala við fólk og skorið úr því fyrir eitt skipti fyrir öll, hvort það sé stuðningur við stjórnvaldi kenningar eða ekki. Ef að þetta er lykilatriði, þá verður að skera úr það, en ekki bara segja strax að það er engin stuðningur. En fullyrðingin sem er endrómuð á Íslandi er svo að það má vera að þetta hafi verið svona, Jón, 2013 og 2014, en leið og innrásin varð, að þá breyttist þetta. Að þá voru Úkraínumenn einhuga á baku stjórnvöld í Kyiv og Úkraínumenn eru einhuga í dag. Það gæti verið. Ég veit það ekki. Ég meina, mér þetta er gaman að sjá og þetta er gaman að sjá almennilega rannsókn á því hvort þetta sé rétt. Svo ég hef ekki gögn sem segir það. En það sem ég spurði þig áðan, að því að þú ert að tala siðferðslega stöðu okkar hérna í norðurinu, með það að ef að Úkraínumenn sjá ekki einn endalók í þessu stríði nema fullnaða sigur á vígvellinum, af hverju ættum við ekki að styðja það? Hvað þýðir fullnaða sigur í þessu samhengi? Það öll lönd sem að rússneski herinn hefur tekið, þar með Krímskagi, verði úkraínsk aftur. Fullnaða sigur á Rússlandi þýðir meira en það. Rússnesk stjórnvöld eru búin að vera með skýri hvað þeim finnst það, sem sagt, og af hverju þau vilja ekki, til dæmis innrásin sem að varð í febrúar í fyrra, hún kom bara í fréttunum eins og hún hefði komið eins og 3 ár heiðskýr í lofti, en þá gleymist þrennt að hvað búið að ganga á nokkra mánuði á undan. Það sem var búið að ganga á var að það voru byrjaðar viðræður við Úkraínu og Georgíu inngöngu í NATO. Það var einn. Það var verið að undirbúa stór innrás inn í Donetsk-kyrrðin. Það voru 100.000 hermenn komnir við landamæri þar. Og Zelenski í janúar eða februar kemur það yfirlýsingum að Úkraína ætli í framtíðinni að koma sér upp kjarnorkuvopnum í samvinnu við NATO. Svo þarna er þetta komið yfir í svona öryggissjónum með Rússa frá þeirra sjónarhóli. Svo þeir eru búin að lýsa því mjög skýrt yfir að alveg frá 2008 þá var talað um þetta rauða strik. Það var eftir fyrstu viðræðurnar inngöngu Úkraínu og Georgíu og Norður-Makedóníu inn í NATO. Og Lavrov utanríkisráðherra talaði þá rautt strik, að Úkraína mætti ekki ganga í NATO, það væri of hættulegt fyrir öryggi Rússlands og þeir myndi aldrei leyfa það. Svo þeir eru búin að setja núna auka kröfu að Úkraína gangi ekki í NATO og eru núna með yfirlýsingar að þetta sé einhvers konar styrjöld fyrir þeirra tilvist, sem sagt. Svo sem sagt, Jeffrey Sachs var einmitt að segja það núna síðast, það var mjög auðvelt að binda enda á þetta stríð. Joe Biden þyrfti bara að hringja í Putin og segja Úkraína gengur ekki í NATO, þá er málið dautt, sem sagt. En ef að menn halda áfram með þessari stefnu
Þetta er náttúrulega bara mat eins manns sem var mikið í Rússlandi fyrir síðustu aldamót. Einmitt. En þú veist, við skulum ekki líta fram hér að þetta er á borðinu. En fullnaði sigur bita þess, að ég ætla bara að segja, það getur verið, ég meina þeir eru að tala eitthvað mikið áhlaup í maí, sem sagt. En það sem ég var að benda á í greininni er það að nú búið að tala þetta í rúmlega ár, að rússneski herinn sé nú bara búin að sína veikleika sína og núna komið að fullnaði sér Úkraínu. Þeim tókst að endurheimta eitthvað 20% af því landi sem að Rússar höfðu náð áður. Já. Rússar bökkuðu. Já, það getur vel verið, en stríð ennþá. Sannleikurinn er sá að Rússlandi, næststærsti her í Evrópu er Úkraínuher. Stærsti herinn í Evrópu er Rússlandsher. Svo nú erum við að tala 2 stærstu heri í Evrópu sem að berjast sín á milli. Og fullnaði sigur gegn Rússlandi, jú, en ef ekki, þá erum við að tala áframhaldandi blóðsúthellingar og hversu lengi getur þetta gengið? Er þetta vel gert á okkar hálfu að styðja þetta? Þú veist, áfram. Ef að það eru 500.000 hermenn dánir núna og 200 milljarðar bandaríkjadala ónýtir, milljónir flóttamanna, hvað gerist þá eftir 1 ári viðbót af þessu stríði? Hversu lengi þolir Úkraína þetta? Ég kem aftur með því að spurningin er hver er afstáð okkar hér og endróma það sem að ég tel vera svona til út í samfélaginu, sem er það er ekki okkar að meta það. Ef að Úkraínumenn meta það sem svo að þeir vilja frekar deyja á vígvellinum 100.000 saman, frekar heldur en að gefa eftir lönd eða gefa eftir það að fá að gangi NATO, þá ber okkur að styðja það. Þetta er ef ég er að reyna enduróma afstöð íslenska stjórnvalda og svona meginströmsins, þá er eiginlega svarið einhvern veginn svona. Við þurfum, ítum í burtu öllu siðferðilegum spurningum, hvort að við sem að styðja mannfórnir og annað slíkt, þar sem að það er eitthvað stærra mál sem að Úkraínumenn hafa kosið, að sé yfir það hafið að við sem að telja saman lík ungra manna og almenna borgara, að af því að þau kjósa þetta, að þá ber okkur að styðja. Já. Þú hafnar þessu. Sko, svona spurningar, ég meina, ef vilji er fyrir hendi í Úkraínu, ég meina, gott og vel, sem sagt, eigum við að styðja allar svona pælingar með vopnum, með ráðum og dáðum, sem þriðji aðili, taka þessa afstöðu. Ég meina, ég get borið virðingu fyrir sjónarmiðum margra, með fólks aðeins að taka einharða afstöðu. Og aftur, ég þykist ekki verið sérfræðingur í málefnum Úkraínu og mér finnst að aðrir ættu heldur ekki að gera það. Og að tala svona fjálglega í staðan fyrir að setjast niður og hlusta á báða aðila, þessi hefur einhver til síns máls, þessi hefur einhver til síns máls. Það er mjög eðlilegt, það ætti að vera eðlileg viðbrögð að reyna að stilla til friðar svo allt fara ekki í klessu og núna er þetta komið í vondmál. Hitt er svo annar mál er það þarf að hlusta og gera stóra rannsókn af því til dæmis hvort íbúar Krím, Donetsk og Luhansk, hvað þeir vilja líka, hver er þeirra afstæða. Við þurfum þá að meta ef Úkraínumenn sem voru hlýðhollir í Euromaidan-byltingunni á sinni tíma höfðu rétt til þess að hrekja stjórnvöld þá frá og við styðjum það, þá er það ekki svo augljóst hvort að íbúar í þessum austurhéruðum mætti ekki gera það sama gagnvart nýjum stjórnvöldum, þú veist. Það gæti verið ef að málin eru skoðuð að það sé þetta sé í alvörinni klófiland í afstöðu til þessara mála og það þarf að skera út það vegna þess að það skiptir máli hvað þeim finnst líka. Það mætti tala við þá. En ef nú er ég alltaf að endurúma almenna í umræðinni, að þá verði svarið við þessu verið það. Það má vel vera svo hafi verið, en leið og rússneski herinn réðst inn í Úkraínu, þá eru þessar spurningar ekki
mikilvægur lengur. Relevant. Nei. Heldur Pútín með innrásinni breytti leiknum og það verður að svara þessari árás á fullvalda ríki og fullveldi Úkraínu og það að herveldi, stórt herveldi geti ekki ráðist á minna ríki og brotið fullveldi þess bara mikilvægara heldur þessu út að leika til. Það ég meina sjálfsákvörðun rétti þjóða og að vera á móti innrás, það einhvað sem maður ætti að vera. Viðbröð við því er annar mál. Það eru þetta dæmi sem eru í gangi í dag sem eru mjög svipuð og þar sem sjálfsákvörðun rétti þjóða líka kemur inn í. Það voru auðvitað sem mest núna norður hluti Sýrlands meira og minna undir yfirráðum Bandaríkjahers núna. Við studdum sem sagt Írak, já. Fyrir 20 árum? Já. Réttrúmum? Ef við skoðum bara, ef við hoppum aðeins tilbaka og sjá af hverju Rússar haga sér eins og það gera, maður getur verið með á móti, en útskýringar þeirra eru þessi lína. Hún bæði vantraust á NATO, sem að kemur voða mikið frá fundi sem var haldið 1990 milli Gorbachevs og svo leiðtoga Bandaríkjamanna og NATO-ríkja það hvort að Austur-Þýskaland mætti sameinast. Vestur-Þýskalandi var þá hluta NATO og þá var gefið loforðum að NATO myndi ekki færast tómu í austur, en svo byrja þá samþykkti Gorbachev það að vera fylgjandi og standa ekki á móti sameiningu Þýskalands. Ári eftir þá Varsjárbandalagið lagt niður og Austurblokkin hrynur. Strax í kjölfarið þá byrjar Persaflóastríðið, stríð gegn Júgóslavíu. 2001 þá byrja allar þessar styrjaldir í Írak og Afganistan, Líbíu, Sýrlandi, Sómalíu. Þeir horfa upp á þetta. Svo horfa þeir upp á land eftir land verða hluti af NATO, fara nær og nær, og þeir eru í hverskipt að segja við leifum þetta ekki, við setjum rauða línur og þeirra kröfur eru hunsaðar. Það að þeir krefjast þess einhvað sem við ættum kannski að hlusta á ef að þeir eru hræddir tilvist sína. Það eru samtök úti sem að berjast fyrir því að Rússland líðist í sundur í 19 lítil ríki. Það mjög sterkar hreyfingar. Það meðal annars yfirmaður sjálfboðaliða herseta Úkraínu í þeim samtökum sem að stefna að því að rússlenska sambandslýðveldið líðist í sundur í 19 lítil ríki. Svo þeir eru hræddir að eitthvað svona gerist og það má alveg svona tala við þá á þeim forsendum líka. Þetta ekki endilega friðþægingarstefna. Þetta að taka mark á orðum einhvers og ótta. Ok, Jón Karl, það annars vegar þetta hryllilegu mannfórnir. Já. Það verður að stöðva stríðið. Yes. Síðan það hvað þyrfti til þess að stöðva stríðið og þá að tiltaka þessi sjónarmið Rússana, eða hvað? Ég átta mig ekki alveg á því hvort þú ert að leggja áherslu á, hvort þú sett fríðarsinni sem að leggja áherslu á verðum að stoppa stríðið með öllum tiltakuráðum, eða hvort þú sért að færa ábyrðin á stríðinu yfir á NATO og Bandaríkin. Ég set enga ábyrgð og aftur. Ég að reyna að segja að við eigum ekki taka afstöðu með hvorugum aðilann. Okkar hlutverk ætti að vera. En annar árásaraðili, svo ég haldi áfram að enduróma það sem sagt í almennum umræðu. Já, í þessu, frá febrúar, ertu það að tala Rússland. Við erum að styðja líka náttúrulega borgarastyrjöld innan Úkraínu, við erum að styðja sem sagt, það búin að vera innri átök, þetta stríðu þetta, það má segja, það hægt að líta á innrás Rússlands árið 2022 sem það. En það var mjög undarlegt að öll árin hérna undan frá 2014 eru hunsuð. Það hægt að líta á að þetta stríð sé búið að vera síðan 2014.
vegna þess að það búin að vera styrjöld þarna allan tíman. Og margir sem bentu á það þegar það verður að halda upp á eins á sammæli innrásarina, þetta stríð verður búið að vera í mörg ár. Já, þetta náttúrulega byrjar náttúrulega með uppreisn Euromaidan uppreisninu og í kjölfarið hérna sem kallar Revolution of Dignity, þar sem stjórnvöld eru hrækin frá, íbúar, Rússland tekur Krím þarna og íbúar í Donetsk og Luhansk mótmæla hérna því að það sem var svona stjórnin sem naut mest fylgis hjá þeim og vann kosningarna 2010 og forsetinn sem vann 2012 eða hvort það var öfugt. Þeir mótmæla þessu og krefjast þess að fá sjálfstjórn eða allavega verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla og strax í kjölfarið þá byrjar það sem að kalla anti-terrorist operations og það byrjunin á stríðinu innanlands og mér getur sagt að hérna, þeir saka Rússa að styðja aðskilnaða sinna þarna í austri og meðan að hérna, þessir saka Bandaríkin að kynda undir þetta stríð frá hinu og líta á stjórninni á Poroshenko sem bara hreina leppstjórn. Þannig að þarna eru stórveldin með en þetta líka innanbúðar átök og þarna eru 14.000 manns búnir að deyja, þar með tæplega 4.000 almenni borgarar í styrjöld sem búin að geysa þarna og hún búin að vera mjög óskamfeilin og það gerð tilraun til að binda endi á það stríð 2015 en það hefur verið komið í veg fyrir það, trekk í trekk. Það hefur verið aðilar, sérstaklega frá Bretlandi Bandaríkjunum sem hafa notað sína diplómasíu til að koma í veg fyrir friðarsamninga. Úkraína, Rússland og hérðanirna hafa skrifað þetta friðarsamkomulag áður en þau hafa verið eyðilagt trekk í trekk og það sem að vantar og það sem að hefði geta komið í veg fyrir þetta að vilji og að hlusta, þú veist, þessi friðarsamkomulag voru komin þau voru örugglega, það örugglega hægt að finna betri samninga en það hlýtur að vera eitthvað sem að við ættum að hugsa sem möguleika og standa fyrir að nota diplómasíu fyrir friði og í staðan fyrir að blása svona einhart í hérna hernaðarlóðra og skoða líka hérna sem sagt að láta ekki eins og þetta komi eins og þrumar heiðskýru lofti, að láta eins og þetta sé að fortíðin sé ekki lengur til. Nei. Herðu Jón Karl, þú ert að andmæla ríkjandi viðhorfum, ríkjandi stefnu stjórnvalda og það verður bara að segjast að í tengslu þetta stríð eiginlega svona háskalegra og fágætara heldur en var til dæmis, nú nefndir innrásin í Írak, þá var það sómasamlega afstæða að vera andsnúin stefnu íslenska stjórnvalda og fólk kom fram og fólk var í mótmælum og það var rík umræða það. Þú nefndir áðan að við vegna þess að við þurfum að geta okkur til afstöðu íbúana í Austurlöndunum að í öðrum stríðum að þá voru oft stríðsfréttaritarar á svæðinu sem að töluðu við báða aðila, þannig var það meira sig í Víetnamstríðinu og eitthvað leira og sömuleyti voru það fréttir frá slíkum stríðsfréttaritarum sem að brutu niður einhliða áráður bandarískra stjórnvalda en núna verið það svo ekki vera nú vantar okkur stríðsfréttaritarana og það eiginlega engin opinber debatt stefnu íslenskra stjórnvalda nema það allir að vera sammála það að við eigum að taka upp hernaðaruppbyggingu út af því að við búum í háskalegri heimi og við eigum að fara út í hervæðingu og eyða meiri peningum í hernað. Kannt þú að útskýra hvað hefur gerst? Akkur svona mikil munur á þessum átökum og því sem við getum vísað til, þú nefndir Júgóslavíu, það voru alls konar sjónarmið uppi þar, það var ekki jafn einhliða svona hugmynd á Vesturlöndum hvað það stríð var? Nei, þetta einhver sem hefur verið að gerast smátt og núna komið á mjög alvarlegt stig, það ekki bara það að það lélegri fréttamennska heldur var áður, heldur hún árásugjarnari. Það var mjög athyglisvert að sjá til dæmis Seymour Hersh sem kemur með
grein sem að segja það að Bandaríkjamenn hafi og Normenn hafi stæða bak við sprenginguna þessu Nord Stream leiðslu. Já, og hefur fyrir nafnlausa heimildir inn í bandarísku leyniþjónustunni? Nokkuð vel skrifuð grein. Það komin árásherf gagnvart honum. Þetta kannski fremsti blaðamaður heims. Ef að maður skoðar hvað hernað var og svona. Julian Assange enn í fangelsi. Það raddir sem að fara ekki með þessa línu eru bara veljins grafnar. Ég viðtal við John Pilcher nýlega, hann kemst hvergi að. Ég hann í einhverju podcasti, hann fær ekki að tala. Allar þessar kanónur og góðir blaðamenn sem eru til ennþá, þeir fá hvergi að. Þeir eru útúðaðir og þeir eru... Þetta náttúrulega gamli menn sem hefur ekki hægt að senda á vígvöllin, en það vantar eiginlega ungu fréttamennina sem eru á vígvöllinum. Það eru ungi fréttamenn á vígvöllinum. Þeir eru að reyna að senda skilboðarna frá, en þessar raddir eru afskrifaðar alltaf sem Pútín áróður eða sem einhvað. Það settur einhver merkimiða á þá og þá eru þeir útilokaðir. Og Þannig að hluti af því hvernig umræðan núna merki hnignun Vesturlanda. Já, að það sé ekki eins og opið fyrir debatt, sem sagt. Það líka, það annað sem þegar áróðurinn svona einhlið og menn eru meira sér ómeðvitaðir að það sé yfir höfuð til áróður, stríðsáróður, sem að hinn eðlilegasti hlutur og venjulegasti hlutur. Þess vegna hef ég verið að enduróma eina almenn umræðu gagnvart þér til þess að þú fengir að koma með rökið þín á móti þessu sem ég reiknaði með að stór hluti þess sem að hlusta á okkur. Einu rökið, skilbúar og ástæðan fyrir því þú hefur samband að baðst með að koma í grein sem fjallar það að Úkraína að blæða út af þessu stríði og það verður verra með hverjum deginum því lengur sem þetta stríð dregst á langinn því fleiri deyja. Mögulega þá herafli Úkraínu að búa útrýma honum. Það verið að draga fólk sem sagt úr þeir eru konum með þriðju herkvaðningu. Þetta er mjög mikið útlenskir hermenn sem eru að berjast núna. Við erum að tala 100.000 ungra manna og kvenna sem eru dáin. Framtíð Úkraínu. Þetta skelfilegt fyrir Úkraínu. Og ég finn mjög til með þeim og það kann að vera að það sé einhverjir sem að líta að það að vilja frið sé einhvers konar friðþægingarstefna. Nei, verður það þá að ganga erinda útlendra íllra stórvelda. Einmitt, já, mér finnst þetta mjög barnalega Þetta raunveruleikinn, sko. Já, eins og verið að tala Já. Þetta raunveruleikinn í okkar samfélagi. Málið punkturinn með greinin var ímyndum okkur, bara setjum þetta í hugan að þetta sé allt sem ránt og raunverulega niðurstaða af þessu að Rússland bara vinni, taki þessi héruð og það verið nákvæmlega sama niðurstaða og hefði verið ef mann hefði náð þessu samkomulagi sem verið að reyna að ná með Minsk. Hvað getum við þá sagt við okkur ef kannski 1 milljón manns liggja í valnum? Landið varanlega í rúst og maður lítur í baksinnispeilin og maður hugsa með sér var hægt að sjá þetta fyrir þessi endalok annars sem að að þessi einhliða áróður til dæmis hvað Rússland sé veikburða og hvað verði þetta sé tækifæri til þess að koma Pútín frá völdum og ég veit ekki hvað hefur valdið því að við Vesturlöndum höfum orðið eins og einhvers konar echo chamber sem að bara segir það sem fólk vill heyra en tekur ekki eftir því sem gerast í raun og veru. Því að sannleikurinn sá að þetta stríð ekki stutt af öllum heiminum. Þetta að valda rosalega stórum pólitískum afleiðingum sem bitna líka á okkur þegar til lengra litið. Vestur-Evrópa þegar komin í stór vandræði með því að missa aðganga auðlindum. Það komin vísir að efnahagskreppu sem gæti skollið að bankar eru farnir að hrynja. Þetta búið nú stappa menn sér saman þarna í BRICS-löndunum, þeim stöðugt að fjölga. Þetta gæti þýtt endalok vestrænna yfirbörða. Ef að menn eru
Margt af þessu hefur komið fram hérna við Rauðaborðið, til dæmis það að það eru straumkörfi í Miðausturlöndum þar sem að má sjá í svona þýðunni á milli Sátu og Íran sem leitt af kínverjum og Magnús Bernhardsson var hérna daginn og sagði að öld Kína þegar komin í Miðausturlöndum. Og það stríðið sem að flýtir fyrir þessu. Margir leiðtogar í Afríku heimsálfunni eru að tala að þetta gæti verið tækifæri til að losna undan yfir á Vestur-Evrópu. Og líka þú varst að tala eyðileggingu Úkraínu, þá hann komið hingað stundum hann Hilmar Þór Hilmarsson sem professor á Akureyri og hann hefur frá upphafi stríðsins bent á þetta að fórnarlambið stríðir Úkraína sem að mátt ekki við þessu. Fólki sem að flýja Úkraínu, það leggst ofan á landflotta sem að hefur verið þarna. Úkraína stendur mjög illa, nú hefur verið bara að breyta því í rústir, hægt og bítandi og það ekki að sjá fram á það að nokkur aðili muni reisa þetta land við, þannig að það verður fórnarlamb þessa stríðs, verður að Úkraína verður eins og var sagt í gamla daga sprengt aftur á steinöld. Já, einmitt og auðvitað á maður að hafa ekki gera lítið úr eða niður að þá sem að eru Úkraínumenn sem eru með sterkar þjóðernishyggju og vilja byggja landið upp eru leiður á yfirgangi Rússlands sem náttúrulega þarna og standa með þeim en við getum ekki, það þýðir ekki að við eigum að styðja þá í að slátra eigin landi og að leiða til þess að þetta land komist aldrei upp úr þessu og það getur gerst núna. Við tala nú ekki ef að Vestur-Evrópa fer í stóra efnahagshruni sem að virðist vera að koma. Þá enginn að fara að byggja þetta land upp. Svo og kannski fyrst og fremst þau mannslíf sem þarna fórnað. Maður getur sagt sem svo, ef við værum einhvers staðar og það væri 2 stóri menn að fara að slást. Ef það mannlega og fullorðslega var að reyna að stilla til friðar, svona stopp. Það ekki eðlilegt að taka bara einhvern mann og segja já, við stundum með berðan í klessu þang til hann dauður. Það ekki viðhorf sem við ættum að vera með og sem utan að koma til fólk þá ættum við bara að reyna að stuðla að því að sem fæstir þjáist. Jón Karl, takk fyrir að koma með þennan klassiska boðskap hingað og spjalla við okkur stríðið í Úkraínu. Takk fyrir. Við snúum okkur þá að næsta máli. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.